Það fer að líða að lokum hjá okkur hérna í föstudagsþættinum, en við ætlum hins vegar að halda aðeins áfram í menningunni og því að í kvöld verður frumsýnt hjá leikfélagi VMA söngleikurinn Grís sem að þjóðin þekkir náttúrulega út og inn og hingað til þess að segja mér aðeins frá því eru komin þau Pétur Guðjónsson sem leikstýrir sýningunni og María Björk Jónsdóttir sem annar formanna leikfélags VMA og að leika Rissó í sýningunni. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Þetta ekkert smá spennandi, frumsýning í kvöld. Hrikalega spennandi. Það ekki? Þetta var ákveðið í apríl? Já, svona lok mars. Já, lok mars, byrjun apríl. Já. Og þetta svona bara blaðra sem að þenst út spennu, sko. Nú komið að þessu bara. Já. Og náttúrulega alls konar hindranir sem hafa verið í ferlinu bara svona út af aðstæðum í samfélaginu og öðru. En þetta tókst og bara ekki mannskapurinn spenntur. Jú, mér finnst það. Já. Bara mikil spenna í hópnum og bara, já. Uppskera loksins. Já. En þið eru búin að, þetta náttúrulega verk sem að fólk þekkir út og inn og elskað og dáð og það þekkir allir lögin en þetta aðeins, þið eru búin að eiga aðeins við verkið það ekki rétt hjá mér, það svona smáægilegar breytingar. Jú, við styðjumst við þessa þýðingu Veturlega Guðnasonar fyrir utan einn söngtext eftir Gísla Rúnar Jónsson, Heillandi hljómar. Já. Það eru einhverjar senur sem eru svona aðeins endurskrifaðar og styttar aðeins, bara svona þéttar saman, bara til þess að fá meiri þéttleika. Og svo tökum við svona aðeins annað take á Vince Fontaine, engilinn, honum steypt í einn karakter og ef ekki að segja svona sirkustjóri hjá okkur. Já. Þetta ótrúlega spennandi og sýningin sýnd í Gryfjunni í VMA. Þeir eru búin að breyta henni í leikhús og þeir eru með hljómsveit og það er öllu tjálta til, ekki satt? Jú. Þannig að allir leggir. Hvað þetta margir sem að taka þátt í uppfærslunni? Svona 50 til 60 myndi ég segja. Já, það munar ekki það. Þannig að það mega náttúrulega vera 30 á sviði, eins og við vitum. Við erum innan þeirra marka. Já. Og hvað eru ráðgerðar margar sýningar? Það er frumsýning í kvöld og sýnt núna helgina og næstu helgi, það ekki rétt hjá mér? Jú. Og svo kannski svigrúm til þess að bæta við sýningum. Það stefnan. Já. Það stefnan að gera það. Og við erum náttúrulega eins og tala verki, sko, við erum að nálgast það bara í tímanum, við tölum alltaf 1959, bara svona okkar viðmið, sko. Já. Og nálgumst það á svona, berum virðingu fyrir tímanum og verkinu en tökum svo svona smá útúrdúr til þess að vera með eitthvað aðeins nýtt. Skilurðu, þannig að klassíkin fær að halda sér og smá svona nýrri ómi og ná. Já, sko. Einmitt. Blanda því svona skemmtilega saman. Já, blanda því saman. Og það að því varst að tala Gryfjuna í VMA og við vildum skýra, því að nú búið til leikhús í matsal og við vildum skýra upp á nýtt og mér langt svo að nota mitt tækifæri hérna og þá kom hjá Emblu Björk hinum formanum, hvað með Vasaleikhúsið? Já. Og við köllum þetta Vasaleikhúsi, svo kemur náttúrulega Arna Valls, kennari í VMA til mér og segir, þú veist að Þorvaldur Þorsteinsson var með Vasaleikhúsið og ég vil bara taka fram hér að við vildum ekki stela neinu og vonandi getum við bara heiðra minningu Þorvaldar frekar en að vera stela einhver. Já, ég vissum að Þorvaldur hefði kunnað að meta þessa viðleitni. Það hefði ekki farið fyrir brjóstið á honum. Ég held ekki. Nei, það held ég hreint ekki, sko. Og hvernig, þetta náttúrulega hlýtur að vera áskorun fyrir ykkur að læra alla þess að dansa og söngva og leika svo í þokka. Hvernig til dæmis nálgaðist þú þitt hlutverk sem Rissó? Það er nú burðar hlutverk í sýningunni. Já, við Pétur fórum smá bara í samvinnuverkefni með þetta. Bara að finna út hvernig best væri að finna innri Rissó. Já, einmitt. Af því að Rissó náttúrulega í verkinu finnur sig í aðstæðum sem að, sko, eru kannski dálítið öðruvísi í dag ef að sömu aðstæður, ég held að svona tíðarandinn hefur sem betur fyrir breyst þannig að, en hlýtur samt að vera áhugavert að setja sig í hennar fótspor. Algjörlega, sko. Og þú veist, við erum mjög ólíkar. Já.
Þannig þetta mjög skemmtilegt verkefni bara. Já, það alveg, ég bara dáist að Maríu vegna þess að það fyrsta sem ég sagði við hann að þetta verður ekki auðvelt. Nei. Og það þarf að nálgast hana með allir þessari sorg og hroka og allt þetta sem býr þarna inni og já, við gerum samning og þetta ekki búið að vera endilega auðvelt, sko. Nei. Ég er búinn að þjarma mikið að henni og það hefur gengið mjög vel. Frábær viðleitnin, hún þarna og þá allt hægt. Já, þá uppsker maður, það bara þannig. Já. Og við ætlum að slá botninn í þennan föstudagsþátt með að fá sjá atriði úr sýningunni. Já. Getið þið sagt mér eitthvað þetta tiltekna atriði sem við ætlum að fá að sjá hérna í lokin? Bara það er myndbandafélag VFMA sem tekur þetta upp. Já, og vinnur þetta. Já. Og hljóði vinnur Kristján Edelstein með okkur. Já. Og þetta er á ballinu. Þeir fengu að dansa þetta 5 sinnum í röð og með mikla kátínu þegar við tókum þetta. Og þetta er sem sagt Fæddur handjaf gæi. Þetta er ekki alveg þekktasta lagið. Nei, en það er hresst og skemmtilegt. Ja, mjög hresst og dansarnir hjá Evu Reykjalín eru alveg geggjaðir, sko. Frábært. Við látum það verða lokahnykkinn á þessum föstudagsþætti. Bara hjartanlega til hamingju með þetta og við hvetjum alla til þess að næla sér í miða á Grís. Þar er hægt að fara inn á þorduna.is og sjá nánari upplýsingar. Frábært. Þetta er ótrúlega spennandi. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég hlakka til að sjá sýninguna. Föstudagsþátturinn verður ekki mikið lengri að þessu sinni en við ætlum sem sagt að slá botninn í þennan þátt með Fæddum handjaf gæja úr uppfærslu leikfélags VFMA á Grís í Gryfjunni. Fæddur handjaf gæi, gjörið þið svo vel. Takk fyrir að horfa. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Var ekki rók Hann var gammal ekki rockastans Í móðurkviði stegi viftanda ans En lækna ljósarðu alveg æ Mamma gamla átti handjaf Þóttu nokkuð læna mjólka kýr Og liður en bæðir fólk og dýr Við viðar auki tók í flókin spór Ristum skóka með stóp og orð Allum tók því sem í þau klæði sem ég væri fæddur í